Við erum komin í beina. Jæja, gott fólk og velkomin í beina útsendingu á Blika TV. Við erum stödd hér í kórnum þar sem er að fara að hefjast leikur HK og Breiðabliks í Bósmótinu. Þetta er ekkert venjulegur leikur en það lið sem vinnur þennan leik, það fer í úrslitaleik og mætir KR síðar. Hérna hjá mér er hann Bjarki Már. Bjarki, þú ert mikill HK-ingur. Já, bara rauður í gegn frá barnsbeini, sko. Fæddur inn innan klúbb. Þú ert einn af fáum leikmennum sem hafa spilað í öllum deildum á Íslandi ef mig minnir rétt. Já, ég held ég sé mér leik í flestöldum deildum. Bæði með HK og sem spilaði með Ími á tímabili þegar það kom upp með Íslum. Þannig að já, ég náði nokkru leikur Pepsi-deildinni og fyrstdeildinni og annarri, já, ég held að það sé alveg hárrétt hér. Svo ég haldi áfram, ég vann mína heimavinnu, 7 leikir undir 17 ára. Já, við vorum heldur sterkan árgang HK-ingar þar, við vorum nokkri HK-ingar þar og með sterkur leikmönnum eins og Rúrik Gísla og Theodor Elmar og fleiri. Varst þú betur en Rúrik? Ég var ekki verri allavega á þessum tíma. Þótt að það hef ekki alveg farið sömu leið ferillinn henn. Ég hef getað náð langt, ég er alveg viss um það, hef ég ekki meiðst. Og þú skoraðir 1 mark? Skoraði 1 mark með bylmingsskoti á svona 25 metrum, 6 metrum fyrir utan teig. Manstu á móti hverjum? Það voru á móti Litáin. Þú átt 87 leiki í meistaraflokki og 9 mörk samkvæmt heimasíðu KSÍ. Já, það hefði mátt vera fleiri en ég er alveg stoltur af þessum leiki sem ég náði. Eitt að lokum, hvernig fer þessi leikur? Ég er náttúrulega vonast að HK fara í úrslitinu, alla leið. Þetta fer 3-1 fyrir HK. Takk fyrir Bjarki. Já, Maggi, það er bara þokkalega mætt hérna í kórinn í kvöld. Já, þetta er bara virkilega flott mæting og bara þetta er frábært framtak og allir að sýna virðingu sína sem er bara hreint og beint ótrúlegt. Það er svo sannarlega satt og það er kannski við hæfi núna að við förum yfir byrjunarliðin ef að ég byrja bara á liði HK. Þú byrjar á HK. Já, ég skal lesa liði HK. Þar er í markinu Sigurður Hrannar Björnsson, kallaði Diddi oftast. Númer 4 er Leifur Andri Leifsson. Númer 7 Ásgeir Martinsson, númer 8 Máni Austmann Hilmarsson, númer 9 Brynjar Jónasson. Ásgeir Martinsson. Maggi, ég er snortinn yfir mætingunni hérna. Þetta er glæsileg mæting í nóvember í leik sem er í æfingamóti. Frábær mæting. Þetta sé ekki Beinu útsendingu á Blix TV. Þetta sé ekki kringum 500 manns hérna. Já, ég ætla ekki að telja þetta, ég sé aðeins meira. Já, gæti verið. Ásgeir með hornið og þeir eru í vandræði með að koma þessu frá. Allir hérna, kemur Elvar Freyr Helgason og þá er það Ásgeir. Og þetta er mark! Það er mark! Það er komið mark! Já! Ég er að segja það er eftir 6 mínútna leik. Hver skoraði, Maggi? Birgir Valur Jónsson. Hann ánokk, hvort hann eigi 1 eða 2, 21. Ég held að þetta sé Davíð Kristján sem ætli að taka þessu aukaspyrnu. Eða hvað? Nei, Alexander. Og þvílíkt mark! Alexander Helgi með jöfnunarmarki hérna á 19. mínútu. Þvílíkt mark hann hjá Alexander Helga. Þarna er hann að sýna hvað hann getur. Þetta var virkilega gott skot. Gjörsamlega. Alexander Helga kemur honum á Aron Bjarnason. Hvað gerir Aron núna? Hann leitar að skotinu og þetta er mark! Aron Bjarnason kemur Blikum hér yfir á 21. mínútu. Þetta var vel gert. Ég held að hann var að fara að missa boltan hann. Já, ég Bjarnason. Nei, þetta var ekki bara besta sem hann gæti gert. Hann var með 2 menn aðra með sér inn í tegnum. Þetta var slatt skot í honum. En þeir eru fljótir á komunum upp á Bjarnar Gunnarsson. Bjarni Gunnarsson, sterkur strákur. Sjáu hvað hákangin er og Máni og hann jafnar leikinn! Já. Máni Austmann Hilmarsson var ekki lengi að þessu og setur hann fram hjá Gunnleifi í markinu. Staðan er hér 2-2 eftir 20. Hvað gerir Alexander Helgi? Já! Hann skorar aftur og þetta er bara endurtekið efni, Magnús. Já. Breiðablik úrslit í þessum riðli voru þau að Breiðablik sigraði FH 2-1 í fyrstu umferðinni og HK sigraði síðan FH í annarri umferðinni. Hvað gerir Davíð Kristján? Já, þetta var nú eins og að drekka vatn. Davíð Kristján Ólafsson kemur hér Blikum í 4-2 þegar að
41 mínúta er Alexander Willum. Þeir eru að sprengja þetta upp og hvað gerir Arnar Gauti? Arnar Gauti Ragnarsson. Hefur verið svona rétt framhjá. Smá akkillesarhæll hjá Arnar Gauta að nýta færin sín betur. Æfingaleikir. Fyrirgefðu fótbolti.net, mínir menn, fótbolti.net mótið. Og vel gert hjá Aroni Bjarnarssoni, þetta er mark. Benedikt Varen með þetta mark. Varen, já, Varen segi ég. Það kemur á 77. mínútu. Staðan orðin 5-2 fyrir Breiðablik og ég held að þessi orðið nokkuð ljóst að Breiðablik er að fara í úrslit Bósmótsins. Hörkuskot Ólafur Ísholm tekur þetta réttum maður, réttum stað. Gerir nákvæmlega sem hann þarf að gera. Hann bara mætti til að taka hornið líka. Stjörnunni. Það getur algjörlega breytt öllum hlutunum hjá Káringunum að fá einn svona reynslu mikinn sterkan leikmann. En hér er hágangari Valgeir Valgeirsson. Hann með skot. Rétt fram hjá Valgeir Valgeirsson. Strákur sem er fæddur 2002 leggir.